Hingað kominn Páll Skúlason, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands. Ég ætla nú að byrja svona þar sem að Stiglitz endaði hérna áðan, þar sem að hann segir að menn hafi hugsað allt of mikið efnahagsmál og það má kannski segja að efnahagssviðið hafi einhvern veginn vaðið yfir öll önnur svið. Þetta ekki nokkuð mikið til í þessu hjá Nóbelsverðlaunahafanum? Jú, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Ég held að hann hafi lýst á mjög hnitmiðaðan hátt því sem að gerðist hér í einu vestræna heimi og þá sérstaklega kannski í okkar litla samfélagi. Að efnahagslegu gildi fengu eiginlega allt og mikinn forgang og einhvern veginn þannig að menningarmálin og stjórnmálin og allt þetta var orðið eins og undir valdi og áhrifum peningana. Þú skrifaðir grein fyrir nokkrum árum, stóra mikla grein í skírni sem heitir Menning og markaðshyggja og þar ferðu nú í þetta og hérna þessa hugmynd að hvernig þetta skoða að það sé ekki hægt að skoða öll mannleg samskipti sem einhvers konar business eins og var bara tilhneiging til. Já, það einmitt þetta, snúa breyta mannlegum samskiptum í viðskipti einhvers konar, þetta er mjög hættulegt og spillandi. Og við höfum séð þetta gerast jafnvel innan uppeldisins og í menningunni og í okkar litla samfélagi þá gengur þetta ekki. Samfélag byggist á einu grundvallar gildi sem samheldni og samvinna og allur ágreiningur og öll samkeppni verður að vera á grunni einhverjar mjög sterkrar samheldnis tilfinningar. Og hún virtist þau öfl sem voru farin að ráða mestu í íslensku þjóðfélagi og reyndar við erum ekki eina báti, við erum hér í einu vestræna samfélagi, þau vinna eins og markvisst að því að sundra samfélaginu og því miður að markaðurinn eins og hann gagnlegur og góður og nauðsynlegur í verslun og viðskiptum að þá má sá hugsunarháttur ekki fara yfir á önnur svið. Allavega þetta búin að vera svona kenning sem ég reyndar að verja og ég held að margir hagfræðingar eins og segjum alveg sjálfur Adam Smith segir þetta líka og Stiglitz búin að hamra á þessu reyndar og fleiri hagfræðingar í mörg ár. Og nú sérstaklega kennst ég þetta varhugavert í svona litlu samfélagi eins og okkar sem líka byggir á mjög ríkri, mér líka að segja einstaklingshyggju. Við Íslendingar við erum oft ekki, margir okkar nánast stæra sig af því að haga sér álíka vitlausan hátt eins og Bjartur í sumarhúsum, það að segja reyna einangra sig og lifa sínu einkalífi eiginlega án þess að vera háðir samfélaginu. Og þetta einfaldlega gengur ekki upp. Líf okkar sem einstaklingar sem hugsandi vera það órofa tengt öðrum í samfélagi og við eigum alltaf svo margt saman sem við verðum að eiga saman og það er ekkert gaman endilega eiga hluti með öðrum en við verðum að gera það og við verðum að læra að takast á við það. Til þess eru stjórnmálin. En hugmynd Thatchers og Reagans og þeirra það frekar að samfélag sem einhvern veginn, það sem allir að keppa, að það hámarki einhvern veginn hamingjuna eða gildisamfélag sem allir eru alltaf að keppa. Það er hugmyndin að lögmál samkeppninnar sem gildir eða á að gilda í íþróttum og að vissumarki innan markaðarins að það sé hægt, að það sé af hennu góða algjörlega og það ég leggja til grundvallar. Og svo ég þá að takmarka sem mest afskipti ríkisins af öllu og ég helst eiginlega að leysa sameigninna upp draumurinn eiginlega verður þessi þar að leysa sameigninna upp og þetta mjög hættuleg hugsun. Ég veit að þú hefur verið að velta mikið fyrir þér ríkinu og held ég að ég geti sagt að inn af þínum hugmyndu sé það að okkur ég ekki að vænt ríkið. Ríkið við erum stolt af því að vera Íslendingar og við vildum vera sjálfstætt fullvalda ríki og barátta forfeðra okkar á 19. öldinni alla og fram eftir 20. var einmitt þetta. Það sem gerist eftir að við öðlumst fullveldið það að mér líka að segja við brjótum okkur upp í sérhagsmuna hópa og sinnum alls ekki ríkinu sem skyldi. Ég bara man eftir því þegar ég eiginlega barna, ég heyrði tala illa hið opinbera og það sem menn væri að slugsa hjá ríkinu og svo framvís. Þannig að við Íslendingar höfum alið á ákveðinni neikvæðri afstöðu til ríkisins sem að mínum dómi spillandi fyrir okkur sem þjóð og sem veldur því að við eigum mjög erfitt með að taka sameiginlegar ákvarðanir og lendum allt of fljótt í karpi og trasi og rifrildi þegar við þurfum og valdabaráttu, sérhagsmunabaráttu í stað þess
að setjast niður og ræða málin af skynsemi með almanna heilla sem algjörlega í forgrunni og sem markmið. Já. Því það er endalaust verkefni að skilgreina hvað okkur til góðs sem einni heild. En nú alveg ljóst að ríkið á Íslandi fyrir á tíma þessarar kreppu og fyrir hana, það brást hlutverki sínu. Þannig að það er kannski engin spurning hvort að fólk geti, trustið til ríkisvaldsins er ekki sérstaklega mikið. Ég held að það sem við urðum fyrir tæpu ári er eins konar andlegt áfall sem að börn geta orðið fyrir þegar foreldrar eru að bresta. Einhvern veginn, ríkið hefur visst ákveði grundvallar forsjár hlutverk sem er að standa vörð öryggi þegna sinna. Og bankahrunið sýndi það að ríkið hafði eins og sofið á verðinum. Og það eru margar ástæður til þessu, þannig að það sem þjóðin upplifir er að ríkið eiginlega verður nánast eins og andstæðingur, þessi staðin fyrir sundrandi í staðin fyrir að vera saminandi. Já. Og við eigum held ég langt til land með að vinna okkur út úr þessu áfalli, og ég heyrði hérna áðan í ágætum sálgreininda hjá þér í þættinum sem að kom að þessu og talaði bersýnilega um það að úrvinnslu okkar, hún er eftir, við höfum eftir að vinna okkur úr þessu og það tekur tíma og það gerist ekki held ég nema að stjórnmálin verði tekin til rækilegar endurskoðunar og þá er það ríkið sem verður megin viðfangsefnið. Já. Mér finnst það sem gerðist náttúrulega hérna í vetur var það var skipt ríkisstjórn eftir mikil mótmæli og ég hef tilfinningu fyrir því og margir að kerfið sé sterkara en leikendurnir, að stjórnendurnir detti inn í bara einhvern far sem var þarna fyrir, einhverja skrifaða rullur. Já, samfélag náttúrulega byggist upp á hefðum og reglum og sem að menn verða að svona fara eftir. Síðan gerist það kannski að þessar sumar hefðir og reglur og venjur eða kerfi sem verða til, þau hindra samfélagi í að þroskast og þróast. Og ég held að það sé gildi í dag íslenska stjórnkerfið í heild sinni og jafnvel stjórnmála umræða okkur sem að þannig að það er óhjákvæmilegt fyrir okkur sem þjóð ef við ætlum að lifa af og verða fullvalda og þroskast að endurskoða rækilega stjórnsíði okkar og þá þurfum við að byrja á því að taka stjórnarskrána upp eins og var rætt hér fyrir á þessu ári og þetta er eitt brýnasta verkefni okkar og sömuleiðis að það er margt annað sem þarf að gera við eitt sem að við höfum ekki gert en sem að nágrannaþjóðir okkar held ég hafa gert í miklu ríkari mæli og það er að mennta þegna sína til þátttöku í lýðræðis samfélagi og lýðræði er mjög mikilvægt fyrirbæri sem við öll virðum en sem er ekki einfalt að kallar á alls konar útfærslu og kallar á konar þjálfun og menntun. Þannig að ég myndi sjálf að stjórnmálamenntun er eitthvað sem við þurfum að efla hvarvetna í skólakerfinu. Já. Stjórnmálaflokkarnir hérna eru náttúrulega mjög óburðugir hvað varðar almennilega pólitíska umræðu. Já, því miður að þá hafa þeir lokast held ég einhvern svolítið inni í ákveðnum, ég held bara verið að segja ákveðnum ósiðum og það er ákveðnir ósiðir í íslenskri stjórnmála umræðu sem eru mjög slæmir og þar fyrir utan þá hafa stjórnmálaflokkarnir í reynd verið bundnir og allt og mikið því að ræða tiltekna sérhagsmuni og þeir hafa oft komið upp sem sérhagsmunatæki og í aðdraganda þessa hruns okkar að þá eru ákveðnir stjórnmála, þá eru flokkarnir margir hverjir og margir stjórnmálamenn blandaðir inn í það sem í aðdragandan með ferlega slæmum hætti. Já. Þannig að þetta verður að reynsa upp. Þú ert að segja að það verði í rauninni að endurmóta íslensk stjórnmál? Ég held það. Ég held við verðum að gera það og það sé óhjákvæmilegt. Já. Það er annað sem að við slær mann, það er hvað ógegnsæið og leyndarhyggjan virðist vera óbúslega inngróin í kerfið. Maður horfir á þetta bæði hvað ríkisstjórnin er að gera og svo varðandi í bankana og skilanefndirnar. Þetta virðist vera eitthvað verklag sem er, eins og ég segi, stærra en einstaklingarnir, stærra en summa einstaklingarna. Þetta er bara því miður verklag sem er búið að tíðkast áratugi og það er allt og mikið ógagnsæi og leynd að mínum dómi yfir störfum ráðuneyta og sumra opinberra stofnana og það hefur erfitt átt að fá upplýsingar
og þannig að það er eftir eins og að það er eins og ríki kemur út eins og stundum eins og andstæðingur jafnvel ríkisins sjálfs eða ríkisstofnana. Já. Hvernig við vorum að tala um traust hérna fyrir þættinum, mér finnst einhvern veginn eins og að við séum á tímapunkti þar sem að fólk mjög ringlað, línurnar virka afskaplega óskýrar. Sko, orðað þannig, sko, ríkið brást, samfélagið riðlaðist með einhverjum hætti og riðlað í dag, það er ekki og gagnsætt að mörgu leyti og þjóðin ráðvillt, við erum sem þjóð ráðvillt í dag og það liður í, það er staða sem við þurfum, þannig að það er engin önnur leið til að vinna þessu út úr því heldur að reyna að átta sig á stöðunni, átta sig á því hvað gerðist, hver staðan er í dag og hvaða gildi við ætlum að leggja til grundvallar framtíðinni. Já. Og þar það eins og Stiglitz nefndi réttilega í brotinu sem hún spilaði áðan að það eru ákveðin grundvallargildi í samfélaginu, það sem skiptir okkur mest máli, sem varðar auðvitað fjölskylduna og okkur nánust og svo og hvað það sem skiptir þar máli? Það er réttlæti og farsæld, velferð. Þetta er ekkert einfaldir hlutir. Við þurfum að hugsa það í hverju réttlæti er fólkið og hvernig á að sjá til þess að það nái fram að ganga í samfélaginu. Já. Jöfnuður er annað. Samfélag, og sérstaklega lítið samfélag, þolir ekki mikinn ójöfnuð. Og það var tvenns konar ójöfnuður hjá okkur í okkar samfélagi. Annars vegar þeir sem einangruðu sig voru alltaf ríkir og svo má segja. Og hins vegar þeir sem kannski voru í leinum og áttu sára lítið. Og svo er millistéttin þarna oft rugluð og náðu ekki áttum, þannig að það þarf að vinna markvisst að jöfnuði í samfélaginu og samheldni eða samvinnu og leiðin til þess auðvitað að fólk tali saman og ná til lýðræðislegar aðferðir. En þannig þér þykir mikilvægt að við ræðum svona þá til hlítar hvernig samfélag við viljum í raun og veru? Það er það sem við þurfum að gera, alveg nauðsynlega. Og við verðum að átta okkur á því að til þess að leysa og byggja upp heilbrigt og gott efnahagslíf þá gerum við það ekki nema það ríki sátt og traust í samfélaginu og að við tölum saman og getum og það sé gagnsæi. Einn stóri vandi kannski rúnandi stjórnvalda einfaldlega að þær hefðir og reglur sem að þær vinna innan það að það leyfa þeim kannski ekki að upplýsa líka með að segja þjóðunum hvað að gerast. Og það eitt af almikilvægasta fyrir stjórnendur í eiginlegu ríki sem vinnur í þágu þjóðarinnar, það að geta upplýst þegnana hvernig verið að vinna í þeirra þágu. Það sé engin leynd. Nei. En þá hefur maður aftur þetta tilfinninguna að hér hefur verið Íslenska ríkið hefur greinilega verið eins og þú orðar það eitthvað stað. Það er bæði ungt og óþroskað og klíkumyndun hefur verið alveg óðbúðslega einkennandi á íslenska samfélagi. Það er eiginlega merkilegt stundum dott í hug að við erum alltaf gagnsæi er orð sem að á að mörgu leyti mjög vel við íslenska menning og okkur sem þjóð. Við þekkjum uppruna okkar svona í megindráttum, hvaðan við komum annað, tungan er gagnsæ og landið er eins og náttúruöflin bara eru sýnileg. Já. En samfélagið, það er eins og það lokist inn í sér einhvern veginn og það myndir svona hópar sem að auðvitað er alls konar tengsl en Íslands samfélag er ekki einhvern veginn gagnsætt og við þurfum einhvern veginn að brjóta þess ósýnilegu múra niður. Já. Þannig nefna að það peningar náttúrulega eru oft ósýnilegir og þeir eru ósýnilegur veggur. Já. Og peningar því miður eins skaplegir og heppilegir þeir eru nauðsynlegir að þá geta þeir skapað tortryggni, vandamál, vantraust og þannig að við þurfum að læra þá að fara með peninga. Og við höfum kannski ekki lært ekki gleyma því að við erum stökkvum og örskumum tíma út úr fátækt og mjög erfiðu efnahagslegu ástandi hér á Íslandi jafnvel á fyrirluta síðustu aldar og inn í nútímann og erum afskaplega feikilega dugleg við að byggja okkur upp efnahagslega og tilenga okkur nýja tækni og þess áttar en vanrækjum raunverulega hinn dýpri samfélagslegu gildi.
þannig að sérhagsmunahópar verða ofboðslega sterkir. Verða ofboðslega sterkir og það er eitt undir þessa sérhyggju að því leyti, sko, það er svo hvert og einn okkar, sko, vill bara fá að lifa í sínum heimi, sko. Og við þurfum þetta, held ég, við verðum að reyna að vinna okkur út úr þessu. Það er eitt sem ég ætla nú að nefna því í lokin, það var nú frægt hér í viðtali sem þú áttir í sjónvarpinu hér í vetur að þú talaðir landráð af gáleysi. Við erum að fylgjast með ýmsu sem er að gerast í sambandi við þetta uppgjör. Það er náttúrulega rosalegt uppgjör í gangi en það gengur náttúrulega svona vissulítið brösulega. Við sáum til dæmis í vikunni ummæli útrásarvíkinga þar sem þeir í rauninni báðir Bjarna Ármannssonar og Jóns Ásgeirs þar sem þeir eru báðir að stæra sig í rauninni að því að þurfa ekki að borga skuldir sínar. Ég held að þessir ágætu drengir séu bara ekki alveg búin að ná áttum. Sko, ég held að þeir hljóti nú að vilja vera í samfélagi við okkur og átta sig, sko, þannig að sko, það er ekki, sko, mjög mikilvægt held ég að sérstaklega á sviði í stjórnmálunum, sko, það var ekki ásetningur hjá neinum af okkar forsvarsmönnum í stjórnmálunum að svona hluti getur gerst. Ég held að enginn hafi bara, það var ákveðin vanræksla í kerfinu sem var búin að ná að grafa sig. Það sem gerðist hins vegar náttúrulega það að með hins vegar með peningadrengin eða þá að peningarnir einfallega taka völdin á vissum tímapunkti yfir hugsun manna og þeir hætta að sjá önnur gildi. Það er það sem er hættan. Það er sama eins og þetta er svona bara sígild speki að völd, ef þau verða mikil, eru spillandi og ef menn verða frægir þá stígur frægð þeim til höfuðs. Og ómiklir peningar og ómikil völd og ómikil frægð eru manneskjunni, manneskjunni sem hættuleg. Og það er þannig að það þarf að vissulega samrýtjast þeim sem að lenda í þessu þannig að þeir þurfa líka aðstoða hjálp. Þeir þurfa hjálp. Já. En það er kannski óskaplega til þess að hugsa að við horfum aftur að við erum kannski, þú segir að þurfa að endurmóta íslenskt samfélag en það samfélag sem við erum að kveðja eða hugsanlega kveðja ekki, ég veit ekki hvert við erum að fara, það veit það enginn í raun og veru að það var kannski ekki sérstaklega eftirsóknarvert samfélag. Ég held að djúpt inni þá vitum við öll hvað gildi, hvað skiptir máli og hvernig samfélag við viljum. Vandinn er að það gerist ekki af sjálfu sér. Við þurfum að vinna í því. Við þurfum að mennta sjálf okkur. Ef ríkið gegnir einhverju grundvallarhlutverki í mannlífinu og mannfélaginu þá er það að skapa skilyrði fyrir okkur til að þroskast og læra að takast sjálf á við lífsvandamál okkar. Við höfum ekki að fara að þenja ríkið út, ríkið á ekki að gera alla hluti. En ríkið á að leggja grunn að ákveðnum sameiginlegum reglum og rétti og vilja sem við getum byggt á okkar samfélag. Páll Skúlason, ég þakka þér fyrir að koma hingað í Silfur Egils. Við erum aftur á dagskrá hér að viku liðinu. Þakka ykkur fyrir að horfa.